Sæl og blessuð og verið velkomin aftur í þáttinn okkar Vá Vestfirðir. Ég heiti María. Og ég heiti Ásthildur. Og við erum einmitt mætt hérna með skítkaldan Celsius frá fitnessvefnum sem einmitt styrktaræðin okkar. Og við ætlum að fá að skála. Skál vinkona. Skál. En fitnessvefurinn býður upp á frábært úrval af sérveru fyrir fólk í fitness og líka fyrir fólk sem stuðlar að bara heilbrigðum lífsstíl og hreysti. Og við vorum svo heppnar að fá að renna þarna við áður en við fórum í ferðin okkar. Og fengum Celsius hjá þeim fyrir ferðalagið. Og svo sáum við bara hvað var mikið í boði. Allt frá próteindufti yfir í sósur, búnað, já, allt í boði. Ótrúlega mikið hægt að fá. Og þið getið einmitt annarkvort kíkt á Akureyri í búðina þeirra eða farið inn á fitnessvefurinn.is og þar allt sem þau bjóða upp á. Vá Vestfirðir unnin í samstarfi við Fitnessvefinn. Fisk Seafood, Orkubú Vestfjarða, Tengil, Fíll Höfða, Fissermann, Vélfag, KS, Krista og Extra 24. En hvar vorum við eftir? Hvar vorum við, já? Herðu, við erum einhvers staðar. Við erum einhvers staðar mitt á milli Flókalundar og Patreksfjarðar. Ég sá bara ógeðslega flottan foss og við ætlum að fara í lautaferð. oh my god, þetta er mér geggjað hugmynd. Hvað? Hefur ekki séð hérna TikTokið, það er maður svona í rauninni eins og köngulóar sem að gera krakkir svona og svo heldur maður í fæturnar ein er svona og maður sleppur höndunum og þá er maður svo vegasalt. Veistu hvað ég tala um? Já! Eftir þessa gullfallega keyrslu í gegnum lúpínuna og allt þetta fallega sem var hann í kring, þá vorum við á leiðin á Tálknafjörð og stoppum þar. En það sem gerðist þar var að við ætluðum að fara í pollinn fræga á Tálknafjörði. En já, síðan var svo mikið af fólki í pollinum þannig að við ákváðum að fara freka bara í sjóinn hérna á fallegur staður sem við stoppuðum við og ætluðum bara að fara, vorum komnir í sundfötin og sátum þarna og það var fullt af bílum sem voru að keyra framhjá en það var einn bíl sem var alltaf að keyra aftur fram og tilbaka sem við þekktum ekki neitt. Síðan stoppar bíllinn og þá voru það 3 ókunnugir strákar sem vildu endilega vingast við okkur og spjalla við okkur en við vorum ekki mjög spenntar fyrir því.
Ekki alveg og við vorum svolítið að reyna að losa ykkur við þá bara. Já. Og sem við gerðum, Já. Að við héldum, þangað til að við kíktum í baksýnisspegilinn því að við héldum að þeir ætluðu bara í pollinn. Og síðan snerið þið við og ætluðu að koma aftur og við vorum náttúrulega á sundfótunum þannig að við vorum svona pínu smekar. Við vorum mjög hræddar, það má alveg segja það. Þannig að við brunum að stað, áleiðilegum hraða, en þeir komu á eftir og eltu okkur. Og við reyndum að leita skjóls og það loks, gekk á endanum, þetta var mikill hasar. Ok, mér langar að segja, ástæðan fyrir að við erum að drífa okkur svona mikið, við erum að fríka út. Fólkata, hérna eru gult hús, til vinstri. Ok. Ég er út af því að það voru einhverju gæjar að stoppa. Já. Það voru einhverju gæjar að stoppa okkur. Nei, 39, áfram! Jæja, þegar tvær ungar konur fara í ferðalag er eitthvað sem má alls ekki gleymast heima. Númer 1, tíðavörur. Númer 2, verkjatöflur. Og númer 3, einhvers konar straumtæki sem hjálpar við verki sem að ég veit ekki alveg hvað var, en Mari átti það, þannig ég var mjög heppin með það. En við vorum nefnilega svo heppnar að lenda í því að við vorum með 1 dögumbindi og ekki mikið af verkjalyfjum og búðin á Tálknafirði var lokuð. Þannig að, við þurftum að finna einhverja lausn á málinu og það gekk svona vel. Ásthildur er að drepast úr túrverkjum. Við erum með svona tæki sem ég á fyrir vöðva. Sem er eitthvað að hjálpa henni að setja hann á baki á henni. Oh my god. Það er eitthvað að slaka verkjum. Þegar komið var áleiðis frá Tálknafirði, föttuðum við að við gleymdum að fara á Rauðasand sem samkvæmt öllum mátti ekki gleymast. Jæja, ég hélt við værum komnar á Dynjanda framhjá Bíldudal á leiðinni á Ísafjörð. En þetta er pottþétt ekki Dynjandi og svo fattaði ég að við fórum framhjá Rauðasandi. Ætlum við að keyra tilbaka? Já, við vorum ekki það. Jæja. Klukkutími tilbaka. Það verða 2 klukkutímar plús á másurnar. Komast frá Patreksfirði. Hvað er næsta stopp hérna aftur? Næsta stopp er Dynjandi, í Dynjandaskógi á Dynjandavegi. Það heyrist ótrúlega há tónlist hérna sem er rosalega spes. Gæti mögulega verið að koma frá okkur bílana. Þetta er samt búið að vera hérna síðan alveg síðan fyrir 2 tímum, nei, 4 tímum þegar við keyrum hérna fyrst. Hvað í andskotanum? Hvernig er hann að koma út úr bílnum? Marja! Þetta er einhverjum í þessu húsi með hátalara undir og er að fríka ferðamenn húsin. Já, þessi bíll var þarna alveg 3 vikur seinna, heyrði ég. Já, sem er klikkað. Já, hvað er þessi bíll að keyra þarna? Nennir einhver að segja okkur það? Í alvörinni. Allavega, þá fórum við ekki á réttan stað á Rauðasandi þó þetta hafi
vissulega verið á staðnum, þá þarf maður víst að gera eitthvað aðeins út fyrir það sem Google Maps segir mann að gera. Þannig þið vitið það ef þið eru að fara þangað. Það var vissulega tilraun. Já, þetta var tilraun, en við verðum að fara þangað aftur. En þarna allavega ætluðum við að gera eitthvað klikkað því ég var ekki lengur með túrvirki. Þannig við ákváðum að hoppa í foss sem að, María hélt að væri í Dynjandi, en var það svo sannarlega ekki. Nei. En eftir allan þennan hasar var kominn tími á smá ró og við fundum eina sjóðheita náttúrulaug bara á leiðinni eftir þennan foss. Góð stund. En hvað var það eftir þú varst að tala um einhvern kall sem að fer í eitthvað heitt og kallt eða eitthvað svona? Er það ekki? Já, það er hann Wim Hof okkar. Alveg rétt. Wim Hof kallinn. Hver er það? Hann Wim Hof er hollendingur og svona öfgaíþróttamaður. Okay. Og hann setur heimsmet í að sitja í ísbaði í yfir 2 klukkustundir og hlaupa maraþon berfættur á ís og heilmikið svona, bara algjör Íþrótta álfur mætti segja. Já, algjörlega. Nei, og hann notast við Wim Hof aðferðina sem er bara hans aðferð að styrkja ónæmiskerfið og blóðflæði líkamann og svona. Okay. Og hann notast við þrennt og það er öndun og kuldi og staðfesta. Og ég notast mikið við þetta. Þetta var svolítið það sem við vorum að gera, sko. Áhugavert. Og það er bara kuldi til að minnka bólgur líkamannum og styrkja ónæmiskerfið og við gerum það með að fara í fossinn. Og svo öndin og það er líka bara til þess að minnka stress og gera ró fyrir mann sjálfan. Já, og svo bara að hætta að hugsa og gera, vera rólegur. Þetta er bara það sem við vorum að gera, sko. Áhugaverður náungi. Geggjaður hann Wim. Já, Wim Hof er frábær gæi. En nú er komið að lokum á þættinum. Þetta var þáttur 2 af Á Vestfjörðum. Þið getið fundið okkur á Instagram, YouTube, Facebook, Tímaflakkinu, sjónvarpinu, Instagram. Ég var búin að segja það, en n4.is og á fullt af öðrum stöðum. Bara leitið af Á Vestfjörðum eða n4 bara og þá finnið okkur á endanum. En já, takk fyrir áhorfið og við sjáumst í næsta þætti. Vá Vestfirðir er unnin í samstarfi við Fitnessvefinn, Fisk Seafood, Orkubú Vestfjarða, Tengil, Fíll Höfða, Fissermann, Vélfag, KS, Krista og Extra 24.